Komið nú sæl. Það er að hafa þetta aðeins herra. Já, ef að hafa þetta svona. Það við höfum þetta bara svona. Ég ekki alveg viss stærðin á sig og ég sé þetta svo ekki vel. En við kveikjum einu kerti á og síðan þessu hér. Við ætlum að lafa dráttin smá svo tilveran verði ekki ögar á. Þetta fannst ég nú ekki flott hjá mér, eða hvað? Já, ég held að þetta mjög hrifin af þessu. Það er að gera upp með gleraugun, ég þarf þau ekki. En komið nú sæl. Við erum stödd í Biblíu þetta okkar. Sem er númer, 113, 15 eða ekki, 14. 114 held ég, örugglega. Heldur við erum með Biblíu þátt númer 113 síðast. En þá hlýtur þessi að vera Biblíu þáttur númer 114. Ekki svo að skilja það sé neitt afrek. En þegar að menn halda áfram með verkefni og þá bara telja, já, til að mynda þættirnir. Það er nú svo óflókið allt saman. Og við vitum og erum sammála því að Drottinn tjaldar ekki til einnar nætur. Við okkur finnst voða gaman að tjalda til einnar nætur og taka okkur upp á morgni og vera svo eitthvað annað. En ég held að Drottinn hugsa þetta nú svo lítið öðru sig. Og það sjáum við bara með kirkjuna. Okkur fyndist það nú svolítið skrítið ef það væri bara samkomur svona eftir dind og dand. En það er ekki, vegna þess að það er regla hjá Guði. Og hann tjaldar ekki til einnar nætur. Hvað er kirkjan gömul? Er hún ekki komin á 3.000 ár? Þessi starfsemi á jörðinni sem heitir kirkja. Ég er ekki annars, jú. Kirkja var stofnuð á hvítasunnudag. Sem sagt, mánuði eftir 6 vikum eftir að Kristur stíg upp til himna. Já, það er komin 2000 ár ekki svoleiðis síðan að þetta gerðist. Það er langur tími. En samt bara dropi í hafi hjá Drottni. Því að hver dagur hjá honum er sem 1000 ár og eða 1 dagur. Það hann gerir, að bang, það voru komið. Hvað var lengi að koma því frá sér? Það veit ég ekkert kannski 1000 ár, það meira. En það kom, og þegar það kom, þá kom það bara tilbúið. Það er svo verkið sem Kristur gerði. Hann þurfti að vinna það með ákveðnum hætti. Svo var hann krossfestur og stíg upp til himna. Og er þá búinn að gera verkið klárt áður, hann er semst búinn að klára verkið eða dauði hans var í raun loka hnykkurinn á það mál og svo stíg hann til himna og þá var hann með allt saman tipp-topp og þá hvað mánuði setna, 6 vikur setna, já, þá stofnar kirkjun á jörðinni. Með öllu því skipulagi sem kirkjan hefur og okkur þætti nú einkennilegt ef þetta skipulag hans væri bara, já, eins og við segjum dindin og dandin skipulag, stundum og stundum ekki. Við erum svolítið þar, en við erum ekki Guð. Þess vegna segi ég það og séð fyrir margt löngum að Drottinn tjaldar ekki til einnar nætur og hann vill að verk sem að til að mynda ég hef í hans nafni það bara haldi áfram. Það finnst mér svolítið magnað.
En þetta sá Guð sem ég að starfa hjá og vinn fyrir, hann þarna. Og þetta það sem hefur kennt manni líka sína leksíu, að það þetta úthald. Og úthaldi kemur með trúnni sem fær að byggja mann upp. Það ekki nóg að eiga trú, sem náttúrulega byrjunin að öllu hinu. Hún þarf að fá að byggja mann upp. Og það gerur hún að þegar við erum að leyfinna að gera það. Og við erum að gera það sem þarf til þess að verði, og eitt að lesa orð Guðs, rækja kirkjuna sína, samfélagið. Og þetta alltaf lyklar sem við höfum og fáum og fengum og eigum. Og ef þú vilt fara inn læstardyr þá þarftu lykil. Ef þú hefur ekki lykil, hvernig náttúrulega þá að komast inn nema vinna bara skemmdarverk á eigninni. En það viljum við ekki gera, þannig að við þurfum lykla og við notum lykilinn og ekkert mál að fara inn. Við erum með lykilinn sem heitir orð Guðs og við getum komist inn alls konar dyr fyrir mátt orðsins og lært allt sem orðið segir það sem fyrir inn í þessu herbyggi, og þannig smátt og vex trúin okkar. Ef við erum að gera þessi verk, ef ég gerði þau ekki, þá getur þú því miður ekki gert það fyrir mig. Sumt verð ég að gera sjálfur. Það heimsendingar þjónusta, hún fer vaxandi, en það í viðskiptaheiminum. Það gilda sömu lögmál hvað varðar trú og að vaxa í trú og þekkingun og trú. Hér Biblían, þú lest hana og þá vex þekkingin í trúnni. Og þú náttúrulega reynir ýmislegt og ert svona dapur og milli og allt saman það, en þá líka hefur samfélagið. Vegna þess að Kristur gerði allt klárt þegar hann fór hérðan. Þá var þetta bara allt tipp-topp, það var komið þá. En birtingamyndin kirkjan sem að Drottinn stofnar semst á hvítasunnudag, nokkru vikum eftir að hann stíð upp til himna. En svo vorum að tala áðan og þá var þetta allt saman bara klárt. En ekki komið til framkvæmda, en það gerði mjög skömmu síðar. Og síðan hefur kirkjan verið starfandi með sínu skipulagi sem bara eins og milli, alltaf þess vegna, í raun og veru. Við erum enn að lesa orð Guðs, við erum enn að kenna upp orði Guðs, alveg eins og allar kynslóðir sem sagt frá stofni í kirkjunar, hvítasunnudag, til mína tíma. Við erum að kenna ennþá sama orð. Og við vöxum í trúnni af þessu sama orði sem allir læra af. Og eða vöxum ekki vegna þess að við nennum ekki að vera standi í þessu orði. Við bara veljum þetta sjálf. En Drottinn hvetur okkar alltaf í lestu orði, konráð minn, og vertu duglegur við að lesa orðið og svona leifa orðinu svolítið að birta þér það sem það að tala um. Já, það heitir reynsla. Það heitir þekking af reynslu og það mögnuð þekking. Það skemmtileg þekking að eiga til, en þú verður þá að byrja á byrjuninni, þú verður að byrja á grunninum og það að náttúrulega þú þarf trú, það náttúrulega byrjunin á öllu hinnu, svo ferð að lesa, svo ferð að reyna og svo ferð að meðtaka og vaksa og allt saman það. Þetta það sem gerir trúna svo skemmtilegur og áhugaverð að þú í raun ert alltaf að vaksa. Viskan í Jesú nafni alltaf aukast og það skemmtilegt að vera þar með þetta í sér og hafa allan afgang að því og syndin stóra og stærsta svo að ef við erum ekkert að vilja nota þetta, það það versta. Og hvað ætla ég að gera ef þú vilt ekki nota þetta? Ég get ekkert gert. Ekki nei. Ég get bara haldið sjálfum mér á mottinni og kannski að úthaldið sem ég hef og margir aðrir líka, ég ekki svo eini sem hef úthald,
kannski að það sé ýting á aðra um að já, og gera líka. Ég man eftir einu manni sem var í óreglu tölsverði á sinni tíma, var svona að reyna að þurrka sig upp á milli. Hann sagði sinni við, ég dáist alveg að þér, Konráð, því að þú heldur alltaf áfram alveg saman okkur gengur. Þetta sá hann hjá mér og þetta þóttu mér vænt að heyra þetta, en ég hafði svo sem aldrei pælt neitt í þessu, en þetta bara málið. Maður hefur haldið áfram, hvað við gera annað en að halda áfram? Ég á þetta til og mér langar til að eiga meira af því og ég get fengið meira, en ég veit líka hvað ég á að gera til. Við erum með orð Guðs fyrir framan okkur og við erum með samfélagið sem við eigum aðgang að og getum mætt í þegar við viljum, þegar eitthvað erum að vera þar. Og við vorum líka að tala svona skipulag og reglusemi í húsi Guðs, og það einmitt þessi reglusemi og skipulag hans þar að þessar stundir séu þegar það eiga að vera. Og við megum ekki láta hjá líða að halda þær. Við vitum alveg hvernig þetta að stundum mæta fáir og stundum mæta margir og svo svona koma bylgjur inn í kirkjuna og allt virðist vera að fyllast bara og svaka vakning að koma inn. Ég búin að sjá þetta allt. Ég man þetta bænast og ég sé núna til dæmis að það vöxtur í mörgu. Ég sé að bænastundirnar eru orðnar svona, það kalla að toga inn menn og konur og það svo sem allur gangur á því hvernig þetta hefur verið. En ég hef líka séð þetta vera mikla vakningu í bænastundum. Ég man þetta bænastund sem voru orðin svo fjölmenn að henni var skipt í 2-3 hluta. En svo man ég líka þetta bænastundu sem voru bara fáeinar manneskjur. En það voru alltaf bænastundir. Og það svona styrkur kirkjunar og þessar veraldlegu kirkju að hún með þetta alltaf hvort sem mæti fáir margir. Þetta finnst mér áhugavert og þetta alveg hiklaust vilji Guðs að þetta sé þegar þetta á að vera. Svo kemur bara fólki eða kemur ekki. En það á að eiga þennan rétt að fara þeirra vill og svo náttúrulega eykst úthaldið og svo kannski bætist alltaf við fólk sem lengi við þetta. Já, ég held að það sé nú þannig. En við getum ekkert að ráða því hvort menn mæti sjaldana oft. En við getum aftur á móti byggt upp úthaldi í okkur sjálfum að við erum þetta fólk sem gerum þetta verk og heiðurum Drottinn með nærveru okkur, því að það gerum við þegar við mætum á stund. Þá erum við raun að heiðra Drottinn með nærveru okkur og hann tekur við þessu. Því hann elskar að sjá þig á stund með öðru fólki, öðru trúuðum, því hann veit alveg hvað gagn af því. Það allt gagn af því og hvaða trúaði maður viðurkennir ekki þetta og meðtekur þetta. Því hann veit og hefur reynt þetta á eigin skinni, og alla sína trúargöngu. Þannig að veit alveg hvað við erum að tala. Annað síðan hvernig nokkur gengur að meðtaka eitt og annað. Þar komum við að þessu veikleika okkar sem heiti veikleika okkar, að við erum svo brokkgeng að svo mörgu leiti. Við erum svo mikla tilfinningaverur að svo miklu leiti að við erum alltaf að berjast við þessar tilfinningar. Og hinn og þessu sem við okkur finnst þér óréttlátt og svo má nú spyrja hvað ekki óréttlátt í sömum augum og svona undir vissum kringumstæðum. Þetta allt svo breytilegt. Stundum rýn ekki á okkur að fátt, en stundum á ekki anda á okkur og þá voru þetta bara allt hrunnið. Akkur ég? Við erum þess að veikleika vöfnu manneskjur. Og þetta þurfum við að vita og hugsa og þola, því að stundum erum við sjálf þetta fólk. Og þá verða aðrir að gera svo vel að þola mig eða þig. Og ég hef alveg sama rétt og aðrir hvað þetta varðar. Og þú líka. Þetta eitt af því sem að Kristur veit byggja upp í sínu fólki, það að vita þessu og meðtaka þetta og játa þetta bara beint út að svona þetta. Að stundum ég þessi manneskja og stundum þú sama manneskja.
og við hefum alveg sama rétt á því að fá uppbyggingu þegar á þarf að halda. Það vaksa ekkert þarna og ég alltaf í þessum tilfinningaróti sínum, eins og því miður virðist nú vera, hjá sumu fólk getur misjafn, að það aftur á móti svona hægt að benda á þetta. Af hverju þetta svona? Af hverju öðru en að menn ekki að vinna sína vinnu í sér sjálfum. Þessna styrkist það aldrei nógu vel í þeim sem þetta veika. Við erum mjög öfluga sömuleyti en að sömuleyti erum við alveg hrikalega veiklunduð. Og einmitt þetta sem að Drottinn vill styrkja í okkur. Það þetta hrikalega veiklundaða dæmi í okkur. Því að þegar eitthvað veikt í okkur, þá mun það alltaf sem sagt opinberast þar. Þú ert öflugur að þessu leyti, það hrýna ekkert á þig, þú ert öflugur að þessu leyti og það hrýna ekkert á þig, en svo kemur þetta atriði og þar muntu alltaf hrynja niður. Þú ert búin að byggja upp í þig fullt af þáttum, en þú þarf líka að taka á þessum þættir þegar þú sér það, þarna eitthvað sem þú þarf að byggja undir. Og ég veit að Drottinn bíður eftir því að bara fá að hjálpa þér við það. Ég hef engin svörin í það mál, en ég veit að Drottinn hefur það. Þess vegna þurfum við alltaf að leita ásjáar hans og kalla til hans og rópa til hans, og við erum að byggja undir þetta allt að því við erum að lesa í orðinu. Við erum að stúdera orðið. Við erum að taka fram orðið og leika okkur svolítið með það, og við megum það alveg. Drottinn ætlast til þess að við stúdurum það og leikum okkur svolítið með það. Það ekkert að því. Þess vegna þetta ekki kannski beint eins og við oft talað um. Þetta ekki endilega, ekki biblíukennsla þannig séð. Hún miklu meira hvatning að orðinu. Við þurfum að bera ábyrgð á okkar trú, og það nú eitt af því sem ég lærði mjög snemma á trúagöngunni. Það var að bera ábyrgð á trúnum minni sjálfur, og svo fyrir utan það þá hef ég nú alltaf vilja bera ábyrgð á lífi mínu bara einn og sér. Og hver ætlar að bera ábyrgð á mínu lífi? Ég vil ekki bera ábyrgð á þetta sjálfur. En þarna held ég að sé rosalegu misbrestur. Menn hengja mjög oft hatt sinn á aðra. Þessi á að redda þessu fyrir mig, og hinn á að redda hinu fyrir mig, og svo framvegis, hvað með mig sjálfan? Er þetta ekki mitt líf? Og hvað ætla ég að gera til þess að redda því? Akkur ætla ég að hlaupa til þess og hins til þess að redda einhverju fyrir mig, og hvað getur hann gert sem ég gæti hvort ekki gert sjálfur? Ég þarf bara að láta vaða á þetta og stíga út í þetta, og þá leysast nú yfirleitt málin, og þetta nú viska sem við vitum öll, ekki annars. Ég veit það bara fyrir mig að ef eitthvað eitthvað vandaragangur á mér og ég að þrýstiga heim í stofu og veit ekki hvað ég á að gera, en svo þegar ég stíði og fer að stað, þá yfirleitt fer maður að sjá alls konar lausnir og möguleika í stöðinni. Þetta bara mín reynsla, og þetta að því maður stígur einu sinni, þá hefur maður þessa reynslu og verður kannski svolítið djarfari næst þegar maður lendir í einhver, og ég get sagt við sjálf, og ég leysti þetta nú ágætlega í Jesú nafni. Okkur skildum við ekki leysa þetta saman, ég og Jesús, alveg svo þá, og hann gerir það. Þetta vegna þess að ég og þú og við stigum fram í það. Við verðum að stíga fram í það til þess að þetta komi sér reynsla til okkar, og þegar þetta orðið að reynslu, þá líka það orðið gagnlegt, ekki fyrir. Þangað til má segja að við séum fólki sem þekkjum ekki sjálf á okkur einn. Og það náttúrulega, þar höfum við öll verið. Og þannig það nú líka að við þurfum öll að reyna ákveðna hluti til þess að okkar líf sé öflugra en að öll að væri. Og þetta öfluga líf kemur af reynslunni. Þegar við stígum í hana og tökum rétt á því, og það alveg opbóðslega öflugt tæki sem við erum komin þá með í hendurnar, og ég alveg lofaði því. Og ég reikna nú með að þú þekki nú eitthvað til þessa. En kannski hefur eins og allir aðrir svona verið að hika við að gera þetta og hitt,
og dregið alveg fram úr hömlu. En svo hefur kyrt í herðarnar og þú sér þetta alltaf, þetta var ekki svo mikið mál. Það var ekki fyrir þú hleyptir í herðarnar og tókst á við það, að þú sást að þetta var ekki svo mikið mál. Og þannig eru þetta, sem sagt, þessi fjöll sem eru fyrir framan okkur og rísa bara eins og gorkúlur, að þeir uppi staðið þá var þetta ekki svo mikið mála að eiga við það. Það nú bara þannig þetta blessaða líf okkar að þeir uppi staðið þá sjáum við, og þetta var nú ekkert svo flókið. En við vorum alveg mjög lengi að fara í verkið. Við vorum alltaf að fresta því að því við treystum okkur enga veginn í þetta. Við sáum enga lausn á því og bara í raun og veru vorum við komið með uppgjöfuna bara upp í háls. En samt þar kannski fórum við að stað og einhverju seinna þá þetta mál frá, sem leyst mál, afgreitt mál. Við getum alveg lofað því að ég held ég sé nú ekkit einstæmi það, að mér líður sjálfur miklu betur þegar maður hefur náð að vinna sig út úr þessum hlutum og það hef ég líka séð og lært og þú veist þetta nú mér sjálfsagt jafnvel og ég, að hver á að gera það fyrir mig? Að mörgu leyti þetta getum við fengið menn til að gera eitt og annað fyrir okkur, en sumt bara verðum við að gera sjálf. Það einn lærdómur sem að orð Guðs að kenna okkur og trúin áréttar við okkur. Við þurfum að gera ýmislegt sjálf. Já, við höfum alltaf lesið eitthvað í þessum ágætu þáttum. Svona handahófi, þetta nú bara svona eitt og annað bara sem við bara rekum augun í. Eins og voru líka að segja, þá þetta ekki svona massív kennsla upp úr Biblíu, heldur miklu meira bara fyrir þig hvatning til þess að lesa sjálfur. Ég veit gagnsemi af því að lesa sjálfur, þess vegna hvet ég alveg hygglust fólk að þessu borði. Svo eru aðrir sem kenna og svo kannski þú sem ert núna að byrja að lesa Biblíuna eftir kannski einhvern tíma þá verður þú orðin flinkur kennari í orði Guðs. Af því þú byrjaði, en þú byrjar aldrei þá getur ekki orðið flinkur kennari í orði Guðs vegna þess að þú gerðir aldrei í grunnvinnina. Og þetta hvatningin til þess að gera grunnvinnina til þess að hún gagnist okkur sem grunnur að svo miklu meira. Þannig að alltaf byrjar þetta á einu stað og það byrjar á því að þú tókst fram Biblíuna og fórst að stúdera hana og þú sást mikið og gott vit vera þarna og þú vildir halda áfram að vera þar. Svo fór að fæðast alls konar kennslur og sumar alveg frábæra kennslur af þínum vörum og þínum höndum. Þannig að það gagnaði, af hverju? Af því Guð er með, Jesú er með. Hann fer ekki manngreinar álit, hann bara tekur hvern sem hann vill, frelsar hann og ætlast að til af honum, hann fari í orðið og svo kemur það út úr því hvað hann verði. Kannski verður hann predikari, kannski verður hann, eitthvað svoleiðis, en það skiptir kannski ekki öllu máli. Aðalatriðið er að við stígum út í þá köllu sem Guð hefur kallað okkur til. Köllun Guðs er allstaðar jöfn, það er engin köllun eitt hærra annari. Ég sé það ekki fyrir mér að svo sé og reyndar pæla ekki til því. Ég veit bara köllun er köllun og maður á að nota köllunina sína og þá koma blessanirnar byrja þær að flæða fram. Því Drottinn stendur við það sem hann segir og hann er að nota mann og annað til þess að koma þessum blessunum frá sér. Ég er blessuð manneskja að því leyti til í þessu verki og ég hef verið duglegur við að koma því frá mér vegna þess að Drottinn hefur hvatt mig í þessa átt, en stundum hefur hann þurft að eiga svolítið mikið við mig áður en að ég kem, vegna þess að ég er eins og þú að því leyti til, að stundum, maður ekki betur bara að sleppa þessu, það kan bara fríma, maður með að taka frí frá þessu. Það er ekki frí í Guði. Og með við erum á jörðinni, þá verður þetta bara, svita storkið enni frá degi til dags. Eða svona upp undir það. Gleðilega vinna vegna þess að þú í raun að vera hvílist í Guði
þú sért að streða. Ég oft tekið eftir því að maður hvílist við þetta verk og ég hef rosalega gaman af þessu líka og það finnst mér alveg svakalegur akkur fyrir mig. Ég elska að hafa gaman að því sem ég er að gera og ég er nú reyndar svo heppinn maður að yfirleitt hef ég það. Ég hef yfirleitt gaman að því sem ég er að gera en ekki öllu. Ég nenni ekki að skúra maður, það er leiðilegast sem ég geri. Ég er alveg ríkalegu við þetta. En samt ég er einn og veru, var maður að vinna við þetta tíma sem maður í fraktinni í galanda og þú þekkir það nú svo varst í frakt og við vorum alltaf að skúra maður. Gongan á þetta. Það var mikið skúrað og maður gerði þetta og mér varst það nú ekkert leiðilegt. En að gera fyrir sjálfa sig heima, nei takk, helst ekki. Þannig er ég nú opinber eitthvað sem ég ætti nú kannski að þegja bara þegja Við erum með Jeremía 30 og við skulum lesa 18. vers og kannski nokkur í viðbót. Svo segir drottinn, ég snífi högu Jakobs tjalda og sýni bústöðum hans miskunn. Þetta er drottinn að tala. Þannig að sá sem fekk þetta orðan má nú búast mörg og góðu. Borgin skal endurreist á rústunum og höllin standa þar sem hún hefur alltaf staðið. Þaðan skal hljóma lofsöngur og fögnuður, fjölga þeim, þeir verða ekki fáir. Ég veiti þeim virðingu, þeir verða ekki lítilsvirtir. Þetta er fallegt. Þetta er svo Guð sem ég þjóna og þekki og hann er þetta er allt saman í hans hendi að veita virðingu og já, kannski hrista menn svolítið til. En þegar hann sér það að menn taka sér tæki og vilja virkilega gera það sem Guð er að tala þá líka kemur hann inn með virðingu. Hann virðir þig og aðrir menn virða þig líka. Menn eru misjafnlega svona duglegir að tala það en hvaða máli skiptir það? Þú veist að drottinn virðir þig, hann heiðrar þig. En það er líka svo sem allt í lagi að menn vilja það að tala með þessum hætti, það er alltaf blessun í því, en allavega er ég ekki mikið að sækjast eftir því sjálfur og ég raun og vera mér alveg sama þó ég heyri þetta ekki. Ég heyri þetta nú stundum en mjög sjaldan, ég veit alveg hver Guð er. Drottinn er að hann heiðrar, hann virðir, hann miskunnur, hann blessar. Vegna þess að hann heiðrar þjónustu sem er trúfast þjónusta. Og allir maður megi nú ekki eiga það að maður hefur nú sýnt ákveðna þessu verkefni ákveðna trúfesti. Ég held það. En það er vegna þess að ég elska Guð, elska Jesú og elska þjóna honum og geri í að þóknast honum með því til að með þess að ég er að gera. Þessi verk, köllun mína, að ég er að þóknast honum að því leyti til. Hann kallaði mig og hann lætur mig sem sagt heiðra mig með því að já, kannski sína trúfesti, það er viss heiður. Þetta er allt saman frá Guði. En þess að eins og ég oft talaði og þú veist kannski á sjálfu þér, að þú þarft oft að ströggla við sjálfa þig þetta. Þú ert ekki að ströggla við neitt annan, því að það er í rauninu enginn að skipta sér af þessu, en þú ert að ströggla við sjálfa þig að því að þú nennir því ekki núna, þú er ekki alltaf að sleppa svona í eitt skipti. En drottinn segir, nei, eitt skipti er á mikið, bara haltu áfram. Og sem sagt, þú heldur áfram og færð alltaf sömur blessunin og gleðina af því að vinna verkið. Þetta er eitt af því sem maður hefur margótt reynt og reynt ég í raun og veru í hvert einasta skipti sem maður stígur fram í Jesú nafni. Og ekki bara þetta, heldur bara öll önnur verk sem maður stígur út í Jesú nafni, að þau veit að mann gleði, að gaman að vinna þau. Þetta er allavega mín reynsla. En stundum nenni maður þess ekki, ég er nú stundum bara latur eins og þú. En stundum líka, þó maður nennir ekki, þá fer maður saman. Ég held að drottinn svona heiðri það miklu meira heldur en hinn sem að sagði já og fór svo ekki í verkum.
En við erum þetta allt, þannig við erum endalaust að kljást við okkur sjálf. Hvað erum við að kljást við? Hvaðan er þetta hold? Það er þarna og þú losnar ekki við það. Þú myndir þurfa að bera það svo lengi sem þú lifir. En þetta er bara tími þinn á jörðinni, svo tekur annað við. Og það er þessi dýrðar vera í ranni drottis og himlum. Það er ekki hér. En þú sér það í allri sinni dýrð þegar að því kemur. Hvenær verður það? Ég veit ekkert það. Bara einn daginn kemur það og ég ætla að vera með þegar það kemur. Og þess vegna er ég að búa mig undir það þannig séð og reyna að hlýða og gera vilja Guðs svona eins og ég get og kann. Og held áfram og eins og þú veist sjálfur þá er þetta nú orðið allmörg ára baki sem að byrjaði með þetta verk en það byrjaði á sínu stað. Svo bara eldist þessi og hann er ennþá við þetta og búin að gera 100 þáttar líklega, ég veit ekkert hvað ég er búin að gera marga þætti en ég hef talið þessa biblíu þætti og þeir eru konur upp í 114 held ég. Já, bara vegna þess að Drottinn bað mig að gera þetta og ég fór af stað og hélt út og áfram. Hvað með þig? Ertu ennþá við það sem að Drottinn kallaði þig til að gera? Til hamingju með það ef að svarið er já. En ertu kannski manneskjan sem að byrjaði og sást nú ekki mikinn tilgang í því? Og það er eitt með þessan tilgang. Að Drottinn gefi þér inn í það en þú voru þá að biðja hann um það. Tala við hann um þetta. Hann veit alveg væntingar okkar. Hann veit að við náttúrulega viljum helst bara vera dyrkaður og dáðir á öllum önnum og við fyllum öll húsa sem við erum að koma og tala. En Drottinn kannski ekki að horfa neitt í það. Hann bara metur hlýðnina við köllunina í hversin sem að þú mætir undir þinni köllun. Og þér finnst kannski ekki mikið til hennar koma og það er röng hugsun hjá þér ef að það er niðurstaðan. Þér á að vinnast mikið til hennar koma því að köllun Guðs er köllun frá Guði. Myndu það. Og Guð er ekkert bara eitthvað. Hann er ekki hvað sem er, hann er Guð. Og hann er að heiðra þig með því að kalla þig og bjóða þig verkefni en hann er góður Guð og þú verður að segja já og meira, þú verður að gera verkið sjálfviljugur í hvert skipti sem að því kemur. Þetta hef ég marg gott reynt vegna þess að eins og ég oft er að tala þá er ég að ströggla stundum við þetta og ég veit að ég get hættið að fara. Hann myndi ekkert banna mér það en hann er stundum að togast á við mig að því hann þekki mig, að því hann vill blessa mig og svo fer ég af stað og verðu út úr blessaðar af því sem ég er að gera. Hann er ekkert að vinna bara svona með mig, hann er líka að vinna svona með þig og þú þekkir þetta allt sem ert kölluð manneskja og ert í verki á Guði en ég veit náttúrulega ekki aðra. Ég get auðvitað ekki tala neitt nema bara fyrir sjálfa mig en þetta er svona mín saga að þessu leyti. Samt elska ég að gera þetta. Og elska að vera vel að mér í orði Guðs og það er náttúrulega bara að vinna. Akkur er maður vel að sér í orði Guðs? Af því maður nennir að vinna þessa vinnu. Já, nennir að vinna þessa vinnu. Sem ég nennaði ekki. Ég sjá ekki alveg tilgangi með þessu. Það er nú eitt að sjá tilgangin. Sem við sjá enga tilgangin einu. Það er náttúrulega mjög slæmt ef við sjáum enga tilgangin einu. Það er tilgangur með þessu öllum. Það tala nú ekki þegar þú ert að starfa í Jesú nafni þá mikill tilgangur. Það er ekki verra, kæri vinur og vinkona, að þú sjáir tilgangi sjálfur og sjálf. Maður verður að sjá þetta sjálfur ef maður er í köllun sinni því að annars gespa það bara upp. Það er ekki allir sem að stökkva eða rósaði fyrir þetta og kannski aldrei og enginn. Hvaða máli skiptir það? Segi ég nú í dag. Ég veit að Drottinn heiðrar mig.
og allavega vill hann að ég sé áfram við þetta. Þess að segja, þetta sé ekki búin að vera við þetta svona strangt til tekið í 20 ár. Það geti ég nú trúað. Allavega veistu að þetta byrjaði ekkert í gær og þetta ekki fyrsti þáttunum sem ég hef gert. Þetta allt saman smurt að Guði. Og eins og með það sem þú gerir í Jesú nafni að þetta allt saman smurt að Guði og blessað á honum. Og það mikilvægt að þú sjáir þessa blessun sjálf sem ert við þetta. Því að þú, eins og ég, dettur annars bara í mæðu og tómt tjón með þetta verk. Og hvað lengi endistu eða þú rífurðu ekki upp úr þessu? Ég veit það ekki. Ég veit allavega ef ég rífi mikið upp úr þessu, þá væri þetta allt saman löngu fyrir bí. Og það tjón náttúrulega af því að þú ert að fá blessun af þessu og kannski, veit ekki hvort þú set að bíða eftir þessu, ég raun að verða varða með ekkert það, en þú veist af þessu þarna og getur farið í þetta. Þú væntir nýs þáttarónu þessum og það hefur hingað til staðið. En þú mátt auðvitað að þakka mér þú vilt, sko, en það betra samt að þakka Guði fyrir það, eins og ég var að segja á hann ofta bara togast á við mig þetta. Og nú ertu alveg svoleiðis bara orðlaus. Svona ger ekki trúaði menn. Svona gera trúaði menn og ég veit að ég ekkert einn þetta. Svo mikið þekki ég þetta. Já, við erum núna í orðið Guðs, Nýja testamentinu. Við höfum alltaf lesið svona til skiptis aðeins í þessu og aðeins í hinum. Já, það hérna fyrra bréf Páls til Koríntumanna. 4. kafli. Þannig líti menn á okkur sem þjóna Krist og ráðsmenn yfir leyndardómum Guðs. Nú þess krafist af ráðsmönnum að sérhver reynist trúr, nákvæmlega, trúr. En mér það fyrir minnstu að verða dæmdur af ykkur eða af mannlegu dómþingi. Ég dæmi mig ekki einu sinni sjálfur. Ég mér ekki neins ills meðveitandi, en með því ég þó ekki signaður. Drottinn sá sem dæmir mig. Nákvæmlega. Páll hérna að gefa okkur þá leksíu, við leitum Guðs. Við erum undir hans náð og vitum að við erum undir hans náð. Förum til hans og hann uppbyggir okkur. Styrkir okkur, huggar okkur. Ef við erum að koma til hans. Það algjört frelsi sem ég hef. Ég get komið til hans og ég get líka hafnað því að koma til hans. Ef ég hafnað því, þá það líklega vegna þess að það eitthvað beskjur út í hjartateturinu. Og þetta getur alltaf gerst og mun alltaf gerast með reglum hætti. Að þau verður svo viðkvæmt fólk. Það þarf ekki annað en einhver að horfa á okkur með einhverjum einkennilegu augnaráði, þá bara allt hrunið. Og þetta vitum við. Af hverju? Að þau verður viðkvæmt fólk og við erum bara á misjöfnum stað með okkur sjálf. Við erum þannig að miklu viðkvæmari en við vorum fyrir viku. Og þessi vika, hún alltaf að detta inn. Það sem svo háttar til með okkur. En orð Guðs þetta stama. Það hressir okkur og Drottinn kallar alltaf til okkar, komið til mín. Og ég með hress ykkur við og leið ykkur inn í ljósið og við vitum þetta. Þetta ein kennslan sem þetta þarf að bera fram og tala og við fáum upp úr orði Guðs að við erum að lesa orð Guðs. Við erum að glíma alla þessa glímu og notastu við orð Guðs að við erum að lesa orð Guðs. Við trúum. Við treystum orði Guðs. Við erum í söfnuðunum okkar að við viljum lofa Guð með okkar líkum, ekki betra fólk og heldur ekkit verra, en okkar líkar sem að trúum og treystum Jesú nafni. En það við komin lokja okkur og við erum með ákveðin tíma á þessu
Og Konráð Rúnar ágætur kveður og verður með nýtt efni að vikuliðinni og þú mátt alveg biðja alveg endalaust fyrir þessu. Í Jesú nafni. Verið þið sæl.